velkomin á þessa sýningu sem heitir Gúrkutíð. Þetta spuna- og grínsýning eins og stendur í auglýsingaefninu okkar. Það þýðir að við erum að fara að spinna hérna á staðnum einhverja senur og eitthvað grín fyrir ykkur. Þetta eitthvað sem hefur aldrei verið búið til áður og verður aldrei búið til aftur. Sorglegt, ég veit. En allavega, það sem við ætlum að nota sem innblástur fyrir spunan hérna í kvöld eru fréttir síðastliðin mánaðars. Þið ekki öll í svona flest í skrifstofuvinnum og eigið svona cirka 40–50% af tímanum á Vísi, DFF og MBL? Ok, getið fengið hérna, hver besta fréttasíðan? Fagnið þegar ykkar kemur upp. Byrjum á það sem ég held að fæstir komi. Okay. DFF! Erfið markaðskönnur fyrir þá. Ok, MBL. Ok, nice. Og Vísir. Ok, það ekkert mjög margir. Hvað erum við að tala um þetta? RÚV! TikTok! Já, heimildin! Ok, geggjað. Viðskiptablaðið! Bændablaðið! Húsfreyjan! Hvað sagðirðu? Húsfreyjan! Húsfreyjan. Ok, geggjað. Ok. Herðu, en hérna, við ætlum bara að byrja þetta fyrir ykkur, þannig að fáum bara fyrstu frétt á svið. Drekasvæðið. Þetta var eitt af því sem var flestar fréttir í síðasta mánuði. Ef þið vitið ekki, þá er þetta svæði svona norðan við Ísland, þar sem sem sagt von að finna olíu. Það sem sagt 3 sinnum búið að gefa út leyfi, sem sagt einkaleyfi til þess að leita eftir olíu þarna. Seinast var gefið út leyfi 2012 og þeir sem voru að leita þá skiluðu þið inn 2018 af því þeir sögðu bara að það eiginlega engar líkur á því að finna olíu þarna sem hægt að vinna með arðbærum hætti. En vinur okkar í viðskiptaráði, þeir komu fram með skýrslu sem þeir vilja að bjóða út nýtt einkaleyfi. Spennandi, af því að þeir segja Skýrslan var gefin út 14. nóvember. Og en af því þeir segja ef það finnst olía þarna, þá það svona cirka 160 milljónir fyrir hvern Íslending. Mér finnst þetta eiginlega áhugaverðast, að mér finnst svo merkilegt bara hver eru praktísku áhrifin ef við finnum bara glás af olíu, skilur við? Og það var einhver fréttana sem var að tala bara við þyrftum ekki að borga skatta, enginn, skilur við? Bara hvernig væri Íslands samfélag og burt sér frá umhverfisáhrifunum og allt það, skilur við? Getur eins og hægt um umhverfisáhrif. En líka í fréttinni var tekið fram leita olíu hefur engin umhverfisáhrif. Ef við leitum bara að henni, það engin umhverfisáhrif. En ef við finnum hana, baby! Já, ef hver... Ég ætla bara að byrja. Já, sorry, já, Hérna eru skjölin, ég ætla að byrja að lesa þau. Já, þetta frekar leiðilegt, ég ætla bara að vara því núna. Ok, nice. En þetta alveg umhverfisvænt. Ok, flott. Já, við ætlum... Þetta ekki svona spunasýning? Nei. Nei, ok, þetta skýrslan, já, þetta skýrslan, ok. Ástæðan fyrir ég með þið með mér hérna áður en að ég fer hérna. Ég að fara að flytja þessa grein fyrir fólki í landinu. Einmitt. Og ég ætla að biðja þig að koma bara með svona listrænt input, eða svona pólitískt input til að gera þetta skemmtilegra. Ok, algjörlega. Lalli, þannig að þess vegna þarft þú svolítið að vera fyndinn með mér í þessu. Ok. Við erum að brainstorma. Ok, byrja skýrslu núna, ok. Þetta sem sagt svæði. Ok, ég veit það, en hvernig... Engin... Lalli? Töframaður? Já, þetta Lalli töframaður. Ertu laus nokkuð á föstudaginn með barnaafmæli? Ég að fara með skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þeir vilja gera hana fyndna og þannig ég með nokkuð töfrabrauðinni. Það er frábær hugmynd að gera skýrslur og svona fyndna. Já. Hún gaf ég loksins áhuga á þessu. Hlusta á þetta. Já. 13.000 mílum utan vestanhafs. Þar sem margir halda að geti verið Ok, getum við fengið næstu frétt?
Þingsetning. Það hljómar líka eins og það sé leiðilegt. En sko, Alþingi með svona kynningardeild. Það Það kosið eftir hverju leiðilegasta fréttin. Já, líka bara svo að sé á hreinu, þá við höfum ekki séð fréttinnar en Sindri velur skemmtilegustu fréttir mánaðarins og setur það hérna upp á sko. Já, en það sem áhugavert að því að sko, það eru fleiri sem átt að segja að þingsetning sé kannski ekki skemmtilegasta efnið. Þannig að kynningadeild Alþingis bjó til svona stefnuræðu bingo og gerði sko 12 mismunandi bingospjöld. Það var einhver bara sveittur í Canva að breyða lit og velja nýju. Það sem komu orð eins og eitthvað gjá á milli þings og þjóðar. Og þannig að þeir voru, ég held að þegar pælingin hafi verið að reyna að gera þetta svona eins og Eurovision, þú veist, þannig að það tekur skot þegar það fyrirpæling. Þannig að ef einhver segir eitthvað svona, við þurfum að hugsa okkar minnstu bræður og systur, að þá tekur skot. Það að segja það? Nei, Eða þetta finnst þetta myndlíkingu sem eitthvað tengt sjónum. En sko ég ekki sammála, mér finnst þingsetningar mjög spennandi og það sko aðalega út af klæðaburði. Tískan. Þetta orðið nýja galakvöldi á Íslandi. Já, þetta bara íslenska Met-gala. Þetta það. Af því það kom alltaf fréttir sem bara, hvað var þess að klæða? Margar sko, það kemur alveg bara einu allan daginn sko. Og Kristrún var í þjóðbúningi, hvað fannst ykkur? Nei, það var í sömu fötunum, Hanna Kata og einhver önnur voru báðir í svona sama pilsin og allt. Og kom svona, who wore it better? Já. Já. Og við erum að taka á móti alþingismönnunum, þau eru að labba hérna hjá okkur og það Kristrún Frosta sem fyrst. Hún í lummalegu pilsi. Svolítið lummalegu pils. Hún með í hárinu eftir Sigmund Davíð Já, nýju gelínar Sigmund Davíð sem pólitísku mótherji hennar. Hérna kemur Inga Sæland, hún með lítinn hund í fanginu. Já, Inga hefur nýlega var sett inni fyrir að skamma borgarstjóra í borgarstjóra fyrir að stela hundinum sem var bara alveg sundur. Hvern hefði grunað? Hún alls móvilt. Hún sér ekki hvert hún á að labba, það líka það farin. Sigmundur Davíð! Hann flottur eins og alltaf, gleymdi að gera sig í morgun. Hann hafi með gelið sem hann vann að selja í búðum. Glæsilegur. Kemur Kata Jak. Ekki lengur á þingi. Hún ekki á þingi, hún að Stopp, Kata! Gjör svo Kata! Þetta í þriðja sinn sem Kata reyna að komast inn. Hvað á ég að gera? Og þetta sorglegt mál, hún hefur ekkert að gera það. Þú 3 embættir, stjórna Norðurlandaráði og svo 2 önnur. Sem enginn veitur. Nei, það veit ekki hvað það er. Það samt þá þarna En gott að Víðir Einarsson á staðnum og að taka á svona málum. Það ekki svo þeir eru ætlað að slá sig og segja lembatinn en mundi bara eitt. En hann ætlar að labba inn, hann í öryggismannabúningi og með Sigmund Davíð skel í hárinu. Glæsilegt. Og Katrín Kolsteinn. Glæsilegt. La Búbúa. Ok, ég heyri svona hlátana, það einhverju sem vita hvað La Búbú en þetta sem sagt þessi litlu loðnu skrimsli sem þetta eru basically lyklakippur sem koma frá Norður-Kóreu og Nei! Eða hvað? Ok, sjáum það. Við verðum að gera eitthvað til þess að gera þetta land gott. Ég tala bara skýrt, þetta ekkert eitthvað. Forseti og umhverfisráðherra. Ég kom með fullkominn njósnarhóp. Ég frá Þýskalandi. Ég kom með fullkomna njósnar. La Búbú! Og þetta
Herru, já, þannig að svo þetta bara þannig að það eru svona litlir mikrofónar í dúkkunum og svo heyrum við bara hvað í gangi. Ok. Til þess núna getum við klippt inn á hérna, mér heyrist þetta að vera kennslustund í 6 ára bekk í Ísaksskóla. Já, við erum 2 kennarar í Ísaksskóla og... Hvað er með margar tennur? Nei, bara svo ég veit hvort þetta er lafufu eða labubu. Já, ég vil labubu, ég læta bara hérna. Það er bara eitthvað suð sem heyrist alltaf í því. Eins og það sé eitthvað vel inn í því eða, ég skil það ekki alveg. Ég ætla að stoppa. Hvað erum við að græða á þessu? Sko, ég ger bara það sem mér er sagt hérna í Norður-Kóreu. Ok, höldum áfram að hlusta á Ísaksskóla ykkar. Og þar var hann að fela leyniskjöl. Við mistum á þessu! Ok, stopp. Af hverju spyrja spurningar við áform okkar æðsta leiðtoga? Hann er bestur og ég ætla aldrei að stoppa aftur. Ég ætlaði að fara að taka þig af lífi, en svo sagðir að ég væri bestur. Þú ert bestur. Takk. Ok, við getum ekki mista flögu, kveikjum aftur. Og það er nákvæmlega það sem að leyniþjónustan hafði ákveðið. Hvað var það? Laumust þessa hurð í Norður-Kóreu sem þeir vita ekki af. Nei, einhver staðar er leynihurð. Í Ísaksskóla á Íslandi. Ok, stopp. Ok, sorry. Mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Þau hljóta að segja... Já, það er satt. Ég elska þig líka. Vá. Banna. Og næstu frétt. Ruslavélmenni. Einhverju munar kannski eftir ruslaskrimslinu. Ekki. Nei, en þetta er hana gervigreind. Enginn eftir ruslaskrimsli. 1970 eða eitthvað? Nei, það er svona 1990 var svona eitthvað svona... Ok, það man enginn eftir þessu. Gleymum þessu bara. Ég er orðinn miklu forræðari fyrir við í rusleysi. Þetta var svona eins og Chloe kókumjólkaköttin nema bara fyrir svo... Þetta tala um Olla. Nei, sko. Nei. Ég var í menntaskóla, ég er gömul og hana... En gömul var þessi menntaskóla. Leikfélagi okkar, sá sem dró styrsta stráið í leikfélagi MH, þurfti fokkin að leika þetta ruslaskrimsli frammi á markaði. Það var svona búningur. Já. Það voru ekki 2. Þau voru 2. Það er svona 2 svona eitthvað Ég er ungur, ég var í grunnskóla. En jú, þetta var svona grænt svona eitthvað. Fenguðu greitt fyrir þetta? Alls ekki örugglega. Var Norður-Kóreu stemmingi það eitthvað? Við erum með 20 strá. Við erum í random menntaskóla. En já, það var bara ekki alveg mér. Okay. En allavega, ruslavélmenni sem eru núna í gangi er sem sagt svona vélarmar sem flokkar rusl upp í sorpu. Og það er búið að fjárfesta í þessu fyrir 10 milljóna og þetta er sem sagt ástæðan fyrir að það hafa verið til svona vélmenni áður en þess að það var alltaf svo leiðilegt og svo flókið að forrita þau. En núna er komin gervigreind sem sér það. Þannig að þetta eru fyrstu gervigreinda vélmennin sem eru að byrja að vinna á Íslandi. Geðveika myndir af fagnaðarlækurum hérna sem Ok, nýja yfirvald! Það var svo leiðilegt að hanna þetta! Ok, vá, þetta er geðið. Og þeir eru að flokka rusl? Já. Bara allan sólarhringinn. Af hverju ég þá að flokka heima? Þessi gaurar þarna sem er að klappa, þeir voru alltaf að flokka rusli. Þeir eru bara yes! Yes! Heyrðu, þeir eru bara að fara með í gang bráðum. Ok. Við getum bara staðið hér og bara klappa fyrir þeim. Ok. Við þurfum aldrei að flokka aftur. Aldrei að flokka. Það er eitt þeirra. Hvernig er það? Já, maður! Plast! Papír! Plast! Það tala líka. Glimm heim til þeirra. Mamma og pabbi, það verið að stríða mér í skólanum. Ég er plast, pappír, eldri árgerð, get ekki þess að meira. Ég veit að mamma fór í menntaskóla og eru hundgömul. En pabbi, hvað á ég að gera? Ég er bara vélmennastrákur í venjulegum skóla. Hvað eru þið að segja við þig? Þau eru að segja lífrænt. Þau eru að segja að ég er einhver ruslaskrimsli á einhverju hátíð eða eitthvað svo leiðis. Batteri, það er flott. Nei. Plasti, Já, sætasta stelpan í skólanum. við ætlum öll að draga strá Nei.
Og svo sá sem fær minnsta stráið. Akkur heiti ég heiti Plasti en ég er vélmenni. Já. Fyrirgefðu, sorry, já. Minnsta stráið. Stýrði mamma þín og pabbi þig ekki Plasti? Jú, já, ég segi sem sætasta stelpan í skólanum að þú heitir núna Plasti. Oh my god, Plasti. Henni tunna á óflokkuðu rusli. Strax aftur. Wow. Hann er. Þið hefðu ekki getað flokkað þetta. Vá, þetta var eiginlega bara svolítið sexy. Vá. Vá, við erum einmitt að fara að keppa við í skólinni í næsta nágrinni í flokkun. Hei, sæta stelpa, viltu kannski koma heim til mín og flokka smá drast? Silvía, ekki gera þetta, þetta er vélmenni. Silvía, ég held að við værum saman. Gleymdu því, Lúði. Ég hef heyrt að svona vélmennastrákar geta allan fjandann. Já, ég er nú ekki vanur að segja svona fréttir til svona ungra vélmenna en þið vona á litlu gervigreinda vélmenni. Oh my god! Og hvað er kyn? Já. Það er ekkert kyn. Það er ekkert kyn? Ok, og bara íta. Íta! Ó, ég var að missa allt sem ég með í veskinu og... Ekki einbeitur! Hvað eru plasttaskarnir? Ég þarf plasttaskarna! Plasti, einbeitur! Einbeitur, þú voru að taka á móti því, hættu að Ég er sjálfur fyrir einn hlut og það er að flokka og elska. Þú voru að taka á móti og fættu bara... Íta! Plastaskarnir, hvað er það þú flokkar á Þú ykkur? ert að spyrja mig. Þú varst að flokka á ykkur! Oh my god! Ég fann ekki hvað var að fá bleikan sinna borða en það er stelpa. Annars bláar borða. Er þetta rétti tíminn? Er þetta rétti tíminn? Þarna, komið borðana. Ég er ekki með hanskan, hérna er hanskan. Ég var hanskan ekki maður. Stóðið í sjálf. Það er komið. Hvað eru borðarnir? Guðanabænum, hvað eru borðarnir? Þeir eru allir flæktir, bara við erum með að flokka á. Ó, nei! Plasti, einbeitur! Já, ég sé að þú ert að vinna þess hægar. Ég man þegar ég eignaðist minn fyrsta litla róbota. Að maður sefur nú ekki mikið á nóttunni. Ég hef ekki sofið í 18.000 daga. Ég fengi næstu frétt. Herðu, ástand á stúdentagörðum. Þetta er sem sagt stúdentagarðurinn við Háskóla Íslands og það er sem sagt, virðist vera að stela mat og eitthvað svoleiðis. Sko, það sem ég fannst kannski áhugaverst í þessu er einhvern veginn að þegar ég var í háskóla þá var þetta bara ástandið, eða skilurðu, þetta er eiginlega engin breyting. Það er alltaf eitthvað ástand á stúdentagörðunum af því þannig er bara saman komið fólk tvítugt til eitthvað 26 Sem er að ræna og rugla. Já. Þetta er allt bara þjófar upp til hópa sem er að mennta sig núna. Sem eru svona að borða hálfa eggjahræru. Já. Já. Bara svo. Land á gólfinu. Viltu hvort að vita að það séu fleiri lásar á leiðinni? Eins og það sem bara vika prósess. Við lásum... Krakkar. Ég veit þið eru að tala brjálu. Ég er að vinna í þessu. Þau eru bara lása. Já, ég er að búin að panta, það eru lásar á leiðinni. Það er land á gólfinu hverjum einasta morgun. Já, ég er búin að panta lása. Hvað viltu fleira ég segja? Það er samlokur í grillinu okkur með einasta morgun. Já. Já, er það ekki bara eðlilegt að fólk er að fá sér samlokur? Já, það eru líka bara gaurar að gista í kallarunum. Já, ég er búin að panta fleiri lása til að leysa þessu. Þú leysir ekki þetta sem vandamál með lásu og líka það bara fæst lásan í Brynju bara og getur bara náðið hann núna, skilur þú? Brynja er löngu búin að loka, þau. Heyrðu, þetta hjónaband, ég held að sé bara ekki að virka. Hvað meinaru? Ég er búinn að margbiðja að reyna að vinna í þessu með mér. Þú bara pantar fleiri lása. Já, hvað er vandamálið núna? Síðast var að ég var alltaf að fara inn á Baðherbergi þegar þú ert inn á Baðherbergi. Já. Ég setti bara lása, fleiri lása. Ég vil bara að þú takir tillit til mín. Já. Og þegar ég var að tala um að hurðin á ruslageymslunni er alltaf að fjúku. Já, og ég setti lása á hana. Já, og svo er eitthvað óhreinir nærbuxur út eftir mig út allt hús. Og hvað málum við það? Ég er búinn að læsa þær núna bara í skúffunni. Við gleymum í sálfræðing tíma í hleyptu. Ok, en að þið segist vera óhamingjusöm.
Já, aðalega hún. Aðalega hún, já. Þú ert í toppstandi. Ég skil ekki hvað er að henni. Hafið þið prófað að kaupa fleiri lása á heimili? Heyrðu, eins og tala, ég er svo ánægður að við komum hingað, sko. Já. Ég átti einu búð sem heitir Brynja. Já, en fólk var ekki að kaupa nóg mikið lásum, skal ég segja þér. En hvað er vandamálið, segir þið? Ég pantar alltaf mína lása, það er lengi á leiðinu, sko. Þetta er vandamáli. Við reyndum einu sinni hlutverkaleik. Ok. Já. Og ég, þú veist, hann... Mjög gott. Já, og ég hugsaði eitthvað svona iðnaðarmaður og einhver kona sem getur ekki borgað eða eitthvað. Og ég var að hugsa, kannski iðnaðarmaðurinn getur verið lásasmiður. Já, við komum með sömu hugmynd. Skilur. Þeir eru svo sexy. Þeir eru bara sexy, sko. Og þá get ég líka læst þannig bara, ég læst henni bara fasta við rúmi. Já, nákvæmlega. Og var þetta ekki virkað? Nei! Ok. Skilur það ekki? Nei, fyrirgefðu, hlustum aðeins. Hvað er vandamálið? Hún þurfti að bíða því að lásandi voru svo lengi á leiðinni. Það var hún bara eitthvað læst við rúmi eitthvað lengi. Læst við rúmi. Skilurðu, og ég er bara tilbúin að gera allt fyrir þetta samband, en... Og ég líka. Ok. Samt ekki. Já. En ég held að ég sé með lausn á vandamálinu. Ok, takk. Ég stofna Brynju aftur og þú getur ekki ráðstöða samdáður. Já! Lögregludrónar í héraði. Þetta er sem sagt frétt það að lögreglun á Akureyri og sem sagt fyrir norðan og norðaustur á norðausturlandi er sem sagt búið að fjárfesta í 6 lögregludrónum. Ástæðan fyrir því er til þess að sem sagt, þá geta þið bara ekki mannað lögreglustöður á svona viðfemum landsvæðum, heldur senda bara drónana fyrst til þess að athuga stöðuna. Mér er svo fyndið að hugsa bara ef eitthvað gerist og það er slysið eitthvað og það kemur dróni sem gerir eitthvað, eða hvað er það bara að gera? Herri, það gerir bara helling. Þau geta samt skilað það með drónunum að frekari aðstoð sig á leiðinni. Þannig kemur bara eitthvað, þú er bara einhverju vandræðum í slysi, sko. Ég held þessi sko forrita sig það er allt í lagi við hjálp á leiðinni, að segja það. Já, ég get ímyndað mér að vera, já. Allt í lagi! Guð minn góður, fóturinn er dottin af! Guð minn góður, hann var að blæða út! Ekki senda hjálp eða eitthvað? Það er hjálp á leiðinni! Já, get ekki hjálpa okkur, Guð minn góður, og hringi lögregluna? Já, hringjum í lögregluna! Nei, ekki hringi! Ég er hjálp, búinn að bera öll! Nei! Má bjóða þér kleinur í? Við erum þetta á áleitisbrautinu og það var bílslys og hann er fótalaus maður minn! Það eru fleiri drónar á leiðinni! Það eru bara, ég geti sagt sjúkrabíl, halló, það eru bara hvernig drónar hérna. Þessi dróni er tengdur við sjúkrabíl. Get ég hjálpað? Já, Hann er fótalaus. Missa Hann er fætina! bara báða núna, það Ég er tengdur við sjúkrabíl. Já, frábært! Já, getið þið komið með hann er að blæða út. Nei, sko, það er engin sjúkrabíll nema í klukkutíma fjarlægð. Guð minn góður. Við erum á háaleitisbraut! Á reyndar, já. Þá er það 1,5. Ok. Þú veist, getið þið flogið með mig eitthvað? Já, Þetta er að verða búið. Bíðið. Ekkert mál, félagi. Ég flýg með fætuna en það er í sjúkrabíl. Það læra svo mikið. Þessi drónar eru náttúrulega hérna, af hverju líta þær út eins og fuglar? Bara svo þau blandist inn í umhverfis landslægið, eða bara landslægið. Svo þau blandist inn í landslægið. Já. Já. Ok, það er þetta bara mjög góð skýring. Já. Heyrðu, nei, hérna sestu þið eitthvað. Já. Sem sagt, allt er góður. Við erum aðeins á píanóinu. Já. Nei, við semst bara erum með ykkur hérna, tókum ykkur fasta vegna þess að þið voru á rjúpu og skutu niður 6 lögregludróna. Já. Voru þetta drónar? Já, þetta voru drónar. Veitu þetta sem ég sett í pókan? Já, þetta sem... Get konar þess að fá. Já, þetta sem konur var að byrja að elsa. Heyrðu, jólamandurinn, hérna var eitthvað, það er dróni. Það er dróni, pabbiðinn kom heim með dróna. Það var á veiða rjúpur og kom með dróna og þú veist hvernig... Það fór 4 helgar, sko. Já, við erum með 4 Já, það er allt gott í vatni í kvöld, svona sæll. Pabbiðinn er líka að leika jólasvein.
Herru, þetta var... Já, seinasta fréttin, hjartaumferðarljós á Akureyri. Þetta eru sem sagt þeir sem... Hver er einn að hafa góð til Akureyrar? Sorry, hver hefur ekki komið til Akureyri? Já, einhver. Geggjað. Hver er ekki komið til Akureyri? En eins og við vitið þá eru sem sagt rauðu ljósin þar í laginu eins og hjarta. Og illmennasta stofnun landsins, Vegagerðin, vill sem sagt fjarlæga það og setja bara venjuleg hringlaga rauð ljós. En að þið segja þetta sé slysahætta, þannig að maður auðvitað skilum að það. Þeir eru bara eitthvað goth þarna í Vegagerðinni. Já, það gæti verið, af því að sko þetta er búið að vera svona í 18 ár. Þetta var sett upp 2008 í kjölfarið á hruninu. Hverju mun eftir hruninu? Já. Þetta er satt bullandi slysagildi, það vita allir. Sérstaklega minn maður sem aldrei farið til Akureyri. Stay away! Og það var fyrirspurn á Alþingi þar sem verið að skoða þetta. Og það sem var annað skemmtilegt í þessu, að þið sjáu myndina af innviðaráðherra, þá var hann að reyna að gera svona hjarta með. En hann gerði þríhyrning. Þannig að það verður vakið upp einhver spurningar hvort það sé í einhver svona leyni kvöld. Illuminati, sko. Goffélagi einhverju. Já. Jæja. Núna mun hatrið geta borist yfir allt Ísland. Já. Og núna erum við búin að taka út alla kærleiksbirnin í öllum gluggunum í Hörpunni. Rétt. Svo góður punktur. Hefurðu séð einhverja birnir nýlega? Aldrei. Nei, heldur við tóku á? Já, ok. Sataníska Vegagerðin. Já. Og það sem við þurfum að gera næst, við erum búin að taka líka nummer 2. Já. Hjörtun eru farin. Það er alveg rétt. Hei, ég er búinn að fara í Krónuna og banna þeim að nota afnælega ávöxti fyrir börn. Ég var bara að gera merki okkar. Já. Ég var líka satt. Hei, nú er ekki einn dagur ókeypis í strætó. Það er aldrei Ég er að koma af Landspítalanum. Ég er búinn að banna bánsalæknadaginn. Af hverju hlustu? Ég var líka að koma af Landspítalanum. Og ég er búinn að banna. Hvað þýðir það? Bánsaði banna. Ertu að bánsa hérna? Ég er að banna. Ok. Banni er bara í dái og hann er bánsa! En þetta má ekki. Ég er að banna. Banni er að vakna. Nei, Banni. Banni er svona. Herru, ekki hægt að bánsa banna. Já, banna. Banni vakna. Please, kona mín, ég er eitthvað aðeins, ég veit ekki hvað það er. Ég frétt að þú getur bjargað okkur. Já, ok, stærstu hana. Jæja, Banni, þá verðum við að bánsa hana. Líður þið betur? Ég er allt önnur kona. Já, Ég er vaknaður úr dáinu en fyrir löngu síðan. Banni, þú er að hjálpa mér, sko. Og við erum að finna á Vegagerðinni, sko. Kæra þakkir, næst ætlum við að fara í lið sem heitir Næstur á svið. Og hann virkar þannig að hann Stefán hérna fær upp nokkur svona prompt eða kveikjur upp á skjá og kveikjur sem þau hafa aldrei séð áður en verðið þeim góður.
ætla sem sagt að lesa fyrir þessa leikara svona kveikjur og þau ætla að reyna að gera sitt besta til að uppfylla kveikjurnar sem ég les. Og við megum horfa á hana, já, við megum horfa á hana. Við máttum ekki í æfingunni á það, en við megum að það. Þannig að fyrsta kveikja fyrir Mána. Bergþór Málsson að útskýra fyrir af hverju hann seldi íbúðuna sína og fjárfesti öllu í Labubu-buxum. Já, þannig að ég vissi ekki neitt Labubu, sko. Ég var bara, hvað Labubu? Ja, þú veist, hvað það, sko? Og ég fór og fræddi mig, ég fór og las bækur, ég var að hlusta á kannski podcast, ég var að hlusta á annar podcast, nokkur podcast og ég var eitthvað svona Mamma, ekki vera að skera matinn núna, ég að taka upp vídeo að ég að segja öllum frá þessu. Það að koma matur eftir 10 mínútur og við erum búin að bjóða pappa og ömmu. Ég ætla að flutta inn til mömmu minnar og seldi íbúðuna mína og keypti bara Labubu fyrir allan pening. Og það ekki slæm hugmynd, sko, ég segi, þú veist, það ekki þannig, sko. Ég ætla bara að leggja á borðið, ekki láta mig trufla. Ok, næsta prompt fyrir Gullu. Móses kemur niður á fjallinu með boðorð 11-15 og byrjið mig. Þetta lítið síns. Það má ekki borða dýr. Takk. Konur skulu alltaf vera æðri mönnum. Móses, við erum farnir! Við erum ekki að hlusta lengur! Nei, gaur, má ég aðeins? Hver ertu? Ég bara einn af þessum nokkur sem voru að hlusta á þig. Já, ég alveg að klára þær. Ég búið með 11 og 12. Þetta ég, Jóhannes. Ef að skemmta okkur í burtu bara. Það ekki bara. Lærisveinan out, baby. Ég þurfi ekkert að vera með tilkynning. Það fullt af fólki að hlusta hérna á mig. Já, nákvæmlega. Boðar númer 13. Megi sól að skína alla daga, annars skulu þér syndga. Þú ert að ná okkur aftur. Já. Næsta fyrir aðalhluti. Manneskjan sem reynir aðeins svo mikið að sýna að hún getur grátið í áhræðapröfunum. Hlutverkið er sem sagt fíllinn Babar. Næsta fyrir Pálma. Blaðamannafundur það sem fundur í staðinn fyrir olíu á Drekasvæðinu. Hætti að spyrja spurninga, ok? Við veitum alveg, þú veist, ok? Við gerum mistök, ok? Það voru drekar á Drekasvæðinu. Við hefum að sjá þetta fyrir, ok? Okkar mistök, en núna ætla þess að taka 116 milljónir á hverjum og einastum Íslendingi. Og við verðum bara... Næsta fyrir einhverju. Siguræða á grímunni nema þú ert hægt og rólega að breytast í einhvers hægt. Ok, ég ætlaði bara ótrúlega mikið að þakka fyrir... Ég ætlaði bara ótrúlega mikið að þakka fyrir þessa grímu. Og megi gæfa mín ætíð standa við ljósi og ég hef oft sagt að þegar við Íslendingar tökum við keflinu þá fara skórnir að fljúga. Næsta fyrir Gullu og Mána. Þú bauðst í 7 ára bekkrafmæli en enginn mætti nema Kári Sigurðsson. Takk fyrir koma. Já, þetta nú heimskulegt vandamál að það hefur enginn komið hér annar en ég. Viltu fá, ég var að föndra svona hatta. Hatta? Viltu fá svona hatt? Nei takk, ég veit ekki áhuga á því. Ég ætlaði bara að fá smá köku og kaffi og svo er ég á ferðinni. Þar hefur mikilvægum erindum að sinna. Ok, sko mamma sagði að ég mætti ekki skýra kökuna.
Sagði... Kári, þetta eru augljóslega mistök, sorry við byggðum þér, þetta var bara vitlaust e-mail sko. Mér finnst það... Við byggumst ekki við að þú myndir setjast niður og fá þig kaffi og kökur sko. Ég hef haft það sem reglu að ef að krakki býður mér í 7 ára afmæli, þá mæti ég. Takk fyrir, Næsta er Aðbjörgu og Pálma. Þú ert ekki alveg viss hvort að deildin sé eitthvað jólasveinu. Já, ég er sérlagfræðingur og bara hef unnið við það mjög lengi. En þú, hvað sagðir þú? Svona óljós með hvað varstu að gera frá janúar til nóvember í fyrra? Já, ég er freelance. Ok, nice. Já, ég starfa bara svona mikið úti og fer stundum inn. Já, herðu, gerðu svo vel, hér er fiskurinn þinn og hérna þetta er borið fram í aski eins og þú baðst verið fyrir góðu. En þú segir freelance, freelance í hverju? Þú veist, hvað er? Ég er í hérna góðgerða bransanum. Já, ok. Og hvað gerur? Bara er góður við fólk og þú veist, börn. Ég er bara mjög góður við börn. La, ég er bara að fara á næsta barnið sem ég er. Hvað er í þessum poka? Guðríður Pétursdóttir. Já. Á þeirra. Næsta er Rebekku og Gullu. Í ljósi sögunar þátturinn tekur Uðbergu akkurat þegar þú ert að sofna. Já, næst fáum við til okkar viðmælanda. Þessi viðmælandi var fyrst bara venjuleg kona. En svo þegar leið á dagana, þá kom í ljós allt annað. Heyrum frá henni. Já, ég var venjuleg kona. En svo var það allt annað. Því að ég fann það út að ég hafði 18 fætur og 3 hjörtu sem var tvíburasystir mín sem fæddist án mín en ég var ein sem kom út úr kviði móður minnar og þá kom í ljós að ég er aldrei ein og hef oft í vandræðum með að það hafa oft farið. Já, þess að... Já, nei, ok. Og 3... Sorry hvað ég er sinn heim. Æ, elskan, ég misti bara af þegar þú vorst að sofa. Alveg rugglaður dagur í vinnunni. Þú kemur mist aftur af því því ég var alveg að sofa. Nei, það er henni sagði. Það var svo skrýndaður vinna. Það var einhver kona sem að vinna með 18 fætur og 3 hjörtu. Takk fyrir. Næsta er Mána og Aðalbjörgu. Sambandslið í nuddstólunum í Smáravík. Ég ætla að setjast í hinn nuddstólinn. Já, þú þarft ekki að nudda sjálf, þú getur bara farið í stólinn. Ok. Nei, við héldum sko að það væri nuddstól. Ég borgaði þá og nú nudda. Nei. Þið komuð saman og ferðum við sikkur á stólinn, skilur þú? Það setjum bara það. Ég veit að hún mútti að nudda mig. Já, ég er búin að skilja þetta. Ég þarf líka að fá hvílderskan. Alveg, ég er búin að skilja þetta mjög vel líka. Ég er að vinna hérna 8 tíma á dag. Já, akkur þú með miklu kraftmeira nudd en ég. Bara ítir á takkan hennar. Og vá, vinnur 8 tíma á dag, en mikið. Það er meira en hún. Hún er að vinna 7,5 tíma. Og tekur með bara matatíman og það. Ég nenni þess ekki lengur. Þetta átt að styrkja sambandið okkar. Það var hugmyndin að þetta myndi styrkja sambandið okkar. Ég held ég var að borga þegar ég setti 100 kall í, þá vildi ég vera að borga þér fyrir að... Hluta mig! Sem er nákvæmlega það sem er aðeins sambandið okkar. Það ætla að borga mér fyrir að gera hluti. Já, heldur ég að borga þér og þá gerir þú hluti. Borga mér fyrir að elda kvöldmati. Borga mér fyrir að elda morgunmati. Já, ég hef nefnilega heyrt af fullt af sambandum þar sem kallinn þarf ekki einu svona að borga og hún samt gerur hún stundum kvöldmat. Já, ég ætla að nenni þess ekki lengur. Takk fyrir. Næsta er Pálma og Rebekku. Öryggiseftirlitið á Keflavíkurflugvelli fær að skoða í töskunni hjá Lalla-Töframanni. Já, hvað er með töskuna bara hérna upp á borðið, það heyrist píp.
Þessa hérna? Já, oh my god, ertu Lalli töframaður? Mamma! Ég er svo mikill aðdáandi, ég á alla geisladiskana hérna, vá, en skemmtileg. Já, hérna var bara komin að mæta bara. Hvert er þetta að vera? Beint til Faroe Island, baby! Vá, þetta er Færeyja, er það gigg eða? Já. Ok. Fyrir... Ég á alla geisladiskana, þar sem hún gerir galdraböð á hljóðrænu formi. Já. Heyrðu, hvað erum hérna? Við erum með geisladisk og við erum með, heyrðu, þú með byssu hérna. Þetta er bara partur af propsinu! Já, Lalli, gamla góða byssutrixið. Já. Og þú ert með hérna handsprengju. Já, þetta er alvöru handsprengja. Ok, ekkert mál. It's all for the trick. Oh my god, hvernig gerur það svo að tekur puttan af? Ég var aldrei skilið það. Wow, það er alveg sem af! Wow! Þegar, ég ætla að lýsa líka trixinu. Já. Fyrst, lokaðu bara augunum. Ok, ég er áhugað galdramaður. Lalli hér! Fyrst begla ég höndina og það virðist vera fingur. Þetta er alveg svo lag 3 á 3. geisladisknum. Og svo tosa ég fingurinn af og haha, Pakasam, hann er horfinn. Pakasam. Ég var nú bara að spá hvort ég mætti fara líka næst. Það er komið smá röð hérna. Heyrðu, veistu ekki hver þetta er? Þetta er Lalli töframaður. 3. virtasti töframaðurinn á Íslandi. Næsta er fyrir alveg Reynir og Pálma. Non-copyright barnaþættirnir Pósturinn Pálmi og Kötturinn Níels. Non-copyright. Það sem við erum að stela, já. Góðan daginn! Ég er pósturinn Pálmi. Og ég er kötturinn Njálmi. En þið hafið séð einhverja sem eru líkir okkur, ekki tala við lögfræðing eða eitthvað svoleiðis. Ándjóks, ef þið tala við lögfræðing, þá missi ég húsið mitt, þannig að ekki tala við lögfræðing. En höldum áfram, hver er þetta hérna? Hver er komin í heimsókn? Hver er komin? Hvað segirðu? Hver er komin? Já. Vitið þið hver ég er? Pósturinn Pálmi. Já, einmitt, rétt. Vitið þið hver ég er? Kötturinn Njáli. Næsta er fyrir Mána, Gunnlaugu og Pálma. Lögregluleg yfirheyrsla á manneskju sem heldur að hún sé aðalpersónan í söngleiknum. Fáðu sæti. Fáðu sæti. Sestu. Ég? Já. En ég hef ekkert gert. Ég bara... Þú varst að ræna og slá gamla konu í smálindi, ok? Þú hefði gert nóg. Já, við erum með upptöku af þessu. Við erum með Þú upptöku. verður ekkert að segja meira. Já. Ætlarðu lögfræðing eða? Já. Herðu, þessi yfirheyrsla er búin að taka 5 klukkutíma. Rosalega. Geturðu sagt hvað var að gerast? Og ég segi ykkur hvað gerðist. Já, please. Fáðu þér sæti. Já, ok, já, byrju. Ég sá hana, gömlu konuna. Hvar var hún? Ég var við Smáralindina. Við vitum það. Greip töskuna, rykti í hana. Ok, hann er bara að segja þú hvað gerðist. Hann er bara að breyka basic. Síðasta kveikjan sem við erum með í dag er fyrir Mána, Pálma og Gunnlaugu. Sumarbúðir fyrir karla með gráa fiðringinn. Já, bara velkomnir hérna. Já, takk. Þetta er bara eitthvað sem ég stofnaði þegar ég sá bara að ég fekk gráa og þá var bara ekkert annað. Og ég var að, það er ekki neina sumarbúði fyrir svona. Það er nákvæmlega það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég fekk smá gráða fyrir enginn, sko. Já, ég bara, hvert get ég farið á nýja sportbílnum mínum? Hvert get ég keyrt? Hvert get ég farið? Get ég farið í sumbúði? Nei, það er ekki til. Nákvæmlega. Akkurat, þannig að þess vegna stofnaði þessar sumarbúðir og bara gott að fá ykkur, sko. Ég er bara að láta ykkur vita ef við erum að fara svo í koju að ég sé með svefngrímu, það er svolítið hátt í henni. Mér kæfisvefn, bara láta ykkur vita. Bara láta ykkur vita að ég sef alltaf allsbyrg. Bara láta ykkur vita að ég sef alltaf umvafinn í olíu, það var betra fyrir húðuna mína.
Já, ég ætla bara að láta ykkur vita að ég sef líka yfir þannig, sko. Takk fyrir! Ok, gefum þetta! Nú verður stutt hlé og svo sjáumst við smá meiri spuna eftir hlé. Sjáumst eftir 10-15 mínútur. Takk! Sáttu við getið heilt vera? Ok, geggja, djúlega gaman að vera hérna með ykkur í kvöld. Herðu, fyrir síðasta setti hérna í kvöld þá ætlum við aðeins að biðja aðstoð frá ykkur. Þið þurfum ekki að vera fyndin eða skemmtileg en þið þurfum að segja bara satt frá. Ok, að þegar okkur langar að spyrja ykkur hvað stóð upp úr í ykkar mánuði. Og það má vera skemmtilegt, má líka vera eitthvað leiðilegt og erfitt, en bara eitthvað stórt sem gerðist í ykkar lífi. Eða lítið. Eða lítið, já. Það þarf ekki til að vera þið giftið ykkur eða eitthvað þannig. Má líka bara vera eitthvað, ég eignaðist lítinn kött. En það er kannski svolítið Það er mjög stórt. Þeir eru með skuldbindingafælni. Það nýttu upp á keks. Já, eða ég rak tonna harkalega í og þurfti að fara til læknis. Já. Fekk skurpupest. Það er ógeðslegt. Það er það verst í heimi. Var það í fyrsta skipti í langa tíma eða? Já, svona, kannski einu sinni sem ég var fullorðin en ég fengi Veistu? 10 bestu dagar lífsmins. Nei, getur þú lýst honum? Frá byrjun. Já, en þú veist, hvernig var, þetta er tilfinningi þegar maður er fullorðinn og fær svona gubbupest. Þú veist, hringdirðu í mömmu þína? Eða? Og hvernig var símtalið, ef ég má spyrja? Hún gat ekki gert Sagði bara grow up. En veistu hvað orsakaði? Já, borðaði eitthvað? Ég er með sömu spurningu. Fórstu á aktu taktu? Ok. Nei, þú veist ekki, já. Nei, þetta var bara, en bara síðast spurning, vaknar nóttina eða gerðist þetta yfir daginn? Þetta gerist yfir daginn. Og var það í sólarhring? Eða... Ok, þetta er alls ekki síðast spurning. Svona 12 tíma einmitt. Það er klassískt gubbupest. Og hvernig getur þú lýst aðeins ælunni kannski? Ok. Herru, er einhver annar hérna sem getur sagt okkur eitthvað sem stóð upp úr? Vá, þið lifið öll svo spennandi líf. Kristbjörn er 30. Hvað segirðu? Kristbjörn er 30 ára í dag. Var þessi 30 ára í dag? Í dag? Áttu afmæli í dag? Í dag? Yeah, baby! Til hamingju með afmælið. Takk fyrir að eyða því með okkur. Yes! Og hvernig er tilfinningin að vera orðin 30? Ég veit það ekki, ég er náttúrulega bara Já. Nefnilega, krakka, Og þú veist, var ekkert eitthvað svona, nú ætla ég að fara í IKEA og kaupa með dýran sófa. Ef svarið er já við þessari spurningu, þá ertu helviti góður í að giska. Mér alltaf glata að vera 30 ára. Hvernig finnst þið það? Og líka svara sófaspurningunni. Mér finnst það bara geggjað. Já, bara geggjað þetta. Já. Ég hef eiginlega meiri áhuga á þessu vinkonusambandi þarna. Að kasta svona vinkonu sinni, þú veist. Til hamingju með afmælið! Hún er hérna Nína. Átt þú afmæli í dag líka? Það var 9. Ó, á vinkonan líka afmæli, hinn. Er þið báðar afmæli í dag? Eru þið bestu vinkonur þegar þið afmælið á sama dagi? Ég á líka afmæli í dag. Þeg afmæli í dag, þeg afmæli í dag, þeg afmæli þú og þú. Þeg afmæli í dag. Við vorum gúrkundi, hérna að við sjá. Mér líður allt í einu eins og það sé svona meiri press á okkur að fólk sé að koma og
Já, það er 3 afmælisbörn. Við verðum að gera þetta vel í þessum síðasta. Já. Við verðum að fá eina sögu í viðbót, ekki? Já, við erum svona alvöru flottu staðir, svona eins og Hard Rock. Já. Við erum Hard Rock leikhússenuna. Alveg flott. Mismunandi sitt í hvert sinn sem þú kemur. Getum við fengið eina sögu í viðbót? Svartur köttur, takk fyrir! Skeiti númer mitt. What? Og áttir þú hann ekki? Það er hann ekki búinn. Þú átt ekki kött. Ok. Hægt og rólega. Og sko, þú sást þetta að þú sást hann í svart, þú horfðir á hann skýta í rúmið. Nei. Nei. Ég vaknaði með það að svartur köttur var í rúminu og það var að skýta það. Varst þú sofandi og random svartur köttur? Það var ekki ég. Er einhver norn í þínu lífi sem líkar illa við þig? Cold fucking spurning. Líka ekki nóg með, þú veist, að vakna á að svartur köttur á þér, hann er líka kúk. Var hann, þú veist, horfði hann í augun á þér? Þegar þú vaknaði, Hægt að reyna að gera þetta sexy, ok? Já, nei, já. En sko... Við veitum öll hvað hann að reyna að gera, ok? Förum áttur í venjulegu kattasögun og hættum að reyna að gera þetta sexy, ok? En þú varst harður, nei. Nei, já. Ok. Hvernig komst það niður? Hvernig komst það niður? Þú veist kötturinn. Hvernig komst kötturinn inn? Í íbúðina. Hvað segir þú? Ég veit ekki, ég glugga eða eitthvað. Þú býrð á... Jarðhæð. Jarðhæð, Já, þú sagðir að það væri kannski norn sem hefði lagt álög. Ég sagði ekki þú. Ég var að segja það er sexy. Nei, þú sagði það er sexy. Já. En ég hugsaði sko, hún er ekki að leggja eitthvað svona, þetta er ekki svona kötturinn sé álögin, heldur er kúkurinn bara böggið. Er það ekki þannig? Þú veist, þannig að þetta er ekki eitthvað svona... Ég trúi, já, ég held að það sé það. Sko. Ég myndi ekkert vera að útloka það, sko. Hérna, er kötturinn farinn? Nei. Við erum nefnilega með einn leynigjast. Sá einhver annar þennan kött? Já, þú kinkar kolli. Ok. Jesus. Því annars þekkjum við góðan geðlækni. Já, við trúum þér. Mér finnst þetta bara sætt. Ég veit ekki hvort þetta sé sætt eða sexy. Nei. Ég veit það. Af því að kettinum leið bara heimilislega, skilji. Hann er bara, ok, þú veist, ég meina fólk vill, vill ekkert bara kúka hvað sem er. Skilji, hann er eitthvað, hér líður mig vel. Ég er að kúka vel. It's a risk að taka þessu sem rósi. Nei, ok, ég er bara að reyna að gera gott úr þessu, hérna. Þú veist að Gaurið sem fór heim með mér í gær, hann kúkaði horfið. Og líður hann og líður liðið. Hvað vorum við með? Við vorum með hérna, Gubbupest, 3 afmælisbörn og eitt af þeim sem er svolítið vond við vinkonu sína. Svo svartur köttur. Það er sexy köttur, ok. Ok, takk fyrir þetta. Ok, segðu mig bara, þegar þú varst að gubba, að þú varst ekki vinninn í gær og ég veit ekki triplaði, mér langar bara svo að vita, þegar þú varst að gubba, hvernig var það? Þú veist, hvað var það vond? Eða var það vond? Var það gott? Var það næs? Ég skal segja þetta einu sinni enn og svo verðum við að halda áfram að vinna. Já. Ég er búin að segja þetta núna 3 sinni. Oh my god, ég er bara númer 583 í röðinni að fá afgreiðslu hérna hjá Vegagerðinni. En ég heyrði ykkur bara tala um bara hvernig, eða þú veist, ég væri til að fá bara svona nákvæma lýsingu, bara lit. Já, ég hef búin að vera frá því klukkan 8 í morgun þegar við mættum í vinnuna að vera að spyrja litin. Já, en samt, það er líka ástæðan fyrir því að það eru 25 á undan mér og búin að vera síðan 8 í morgun þegar ég kom. Já, en ég meina... Og ég þarf að fara að komast heim, að það klukkan er að vera 4. Þú ert greinilega búin að vera að hlusta og hafa gaman af allan tíman á meðan, er það ekki? Það er endar alveg Þú satt. ert líka í góðu skapi einhvern veginn núna og svona. Já. Að þú veist biðröðinn og hannig. En ok, getum við að halda áfram? Já. Þú veist, þetta var... Maturinn er ógeðslegur, þú verður að kvarta, þú ert alltaf jolly þegar þú kvartar. Já. Þú verður að vera hörð, ok? Heyrðu, veistu hvað ég hugsa þegar ég dreif upp svona plástur úr minni nautasteik? Já, og hvað hugsaðu?
kokkurinn að hugsa sig. Já, ég meina... Þú veist, hann Allt í góðu hér? Jú, ég vil bara kannski skila kokkinum plástinum að ég hef svo áhyggjur að því. Það eitthvað að steikina! Og Pierre, svöðusárið, plástið á svöðusárinu hefur losnað. Leggsári mitt! Það bara komið gröftur út allt! Við þurfum ekki að gera þetta fyrir framann. Fyrirgeðu. Sorry, pardon, það gröftur alveg hér að leggja. Ég verð samt að... Þetta ógæm, Ekki á þig! pardon! Afsakið. Sko, ég verð að segja, ég var rosalega glöð að því ég held þetta væri kannski skeinusár á putta en þetta var graftrarsár einhverstaðar í klofinu á kokkinu. Það er svolítið... Ég var ekki mann að sjá plástunni, ég vissi ekki að hann var svona langur, hann náði bara yfir að hlæðinu. Nei. Hann var á þjóðhátíð. Það er engin afsökun fyrir því að plástur í nautastekinu, hann var á þjóðhátíð. Ok, þið skiljum hvað hafi verið á þjóðhátíð. Ég held við værum að fara á þjóðhátíð. Já, við erum að fara á þjóðhátíð, já. Stuggar í skjólinn, nætur, skjótar átum sínum hér, sódómar. Þetta er brjálapartí. Oh my god, sérðu hvað þessi er sætur. Oh my god. Þessi sem er í kokkabúningnum með reyndólda hattinn og svunduna. Stelpur! Herru, fyrirgeðu, er þetta baguette í buxunum maður eða eitthvað annað? Vá, hvað er sexy. Skótar í skjólinn. Þetta er röstort svörusár! Fyrirgeðu, ég veit ekki hvað svöðusár er. Þetta er stórt! Ok. Þetta er hæðilegt! Típist svona þjóðhátíðardót eitthvað. Hvað á ég að gera? Maður, náði langaplásturinn! Hver ert þú, fyrirgeðu? Við vinnum saman, hann ætlaði að kenna mér, ég ætlaði í vandræði með samskiptum við hitt kyni. En einhvern veginn er eins og hans svo góður í. Hæ, Hæ, kemurðu oft hingað? leið mér aðeins að hringja eitt símtal í vinn minn sem er að hjálpa mér aðeins að. Halló, blessaður! Hvað á ég að segja? Hvað ertu, maður? Ég er á bar. Gella sagði kemur oft hingað. Segðu, kemur oft hingað? En hún sagði það við mig. Virkjaðu. Segðu, já, baby. Viltu sjá baguette í buxuna? Mér líður eins og þegar þú segir það þá bregðast það alltaf öðruvísi við. Já, baguette getur verið hvað sem er. Segðu bara einhvern annan hlut. Alltaf þegar ég segi þetta þá sláðar mig utan undir. Ok. Það er eins og þú komist einhvern veginn upp með þetta en ekki ég. Það er svona þegar maður er með alvöru baguette í buxuna. Ég er með baguette í buxunum. Út með þig, út með þig. Oh my god. Já, oh my god, þetta er alvöru. Þetta er bara baguette. Inn með þig, inn í VIP-herbyggið. Þeir eru frábæri bæði tvö. Oh my god, nasista Pétur. Vinkona mín er 30 ára í dag. Hún er 30 ára. Þú getur tekið hana í búðinnar. Er þetta ammalis surprise? Í alvörunni? I don't know. Hei, þetta er bara Hringdirðu í nasista Pétur? Já, nasista Pétur. Hann var að... Af hverju hringdirðu í... Já, ég heiti nasista Pétur. Nasista Pétur. Skrifaði niður bara. Já, nasista Pétur. Pétur. Fyrsta nafn nasista. Já. Er það ekki vinnur svo svona? Já, einmitt. Það er bara sættir. Já. Sko, á barins bestu þá verður maður fljótur að gera pulsu. Já, ég er mjög snöggur sko. Ok, flott. Ertu búinn að vinna á öðrum pulsustöðum? Ég hef unnið í Þýskalandi. Á tímum nazismans. Ok, flott. Þú er gamall. Ég er mjög gamall. Ok. Og vondur. Ok. En þú heitir nasista? Ég heiti bara Pétur, kallaður nasista Pétur af því ég er nasist. Ok, flott. Hljóma vel. Heyrðu, það er... Kanntu að baka brauð? Já, við bökum það sjálfur. Já, það kann ég. Æðislegt. Heyrðu, þetta er frábæri fyrirskráð. Það er eitt vandamál. Já. Þú ert nasisti. Já. Það er svona að fæla okkur svolítið frá þessu. Já. Þar sem ég var síðast að vinna á Þýskalandi nazismans þá var það að kostur. Já, en þú ert að segja hjá SS.
Vá, þannig ástin mín, fékkstu vinnuna? Nei. Allavega stendur hér SS. Já, þetta frá síðasta vinnustaðnum mín. Oh. Hey, baby. Það köttur búinn að skýta í rúmið okkar. Hvað er það? Baby! Heyrðu. Ég allir að stífna upp með mér. Baby! Við erum að horfa í augun á honum. Þetta ekki venjulegur köttur, þetta skanky köttur. Skank. Já, kúkaðu. Ef hún hefði ekki hort í auga á mér, þá ég ekki vissum að ég hefði tekið þessu kynferðislegum hætti. Ég veit ekki hvort að þú skipulegaðir í dag, en þetta sannarlega Ertu að borða kúkinn? Mér fannst hitt vera sexy, en ég ekki tilbúin að fara svona langt. Ég vissi að þú vildi krydda upp í hjónabandinu, þannig að ég réð þennan kött inn. Réðstu kött? Ég réð köttinn, já. Þetta er þjálfaður köttur, skal ég segja. Hvað? Þurfti þetta að vera náttúrulega? Ég held þetta væri náttúrulega hefði köttur labbað hérna inn og kúkað á rúmið, en svo þegar ég fatta Oh my god. Já, Gerður blöss. Hæ, ég ætlaði bara að kynna fyrir ykkur nýjasta jóladagatalið sem við erum að flytja inn. Ok, æði. Og í fyrsta glugga er bara eitthvað svona lítið og létt sleipefni. Þið viljið náttúrulega heyra hverju klukka 24. Lítið og létt. Já, létt. Bara ekki eitthvað. Ekki þú. Ekki þú hardcore. Þetta er bara 0,00 milligrömm. Það er mjög lítið. Já, ég veit það. Þið finnið ekkert fyrir því. Ok. En viljið ekki bara að ég spóli strax í klukka 24? Jú. Það er lítill kisi. En lítill kisi? Já. Ok. Og hann gerir... Er það bara kisi til að eiga? Ok, núna ætlum ég að kenna þér þjálfa þig. Já. Það er ekkert grín að vera sexy köttur. Nei. Þannig sestu. Ok, fyrsta sem hann gerir er að kúka. Og þeir mennirnir fíla mest, svolítið skrítið kannski finnst sumum, en mennirnir fíla mest er róan fyrir mjög hátt upp. Þannig að raskatið sjáist. Þetta er svona kattaútgáfa af Moulin Rouge. Og þá segir Kannast eitthvað við sögufræði. Og þá segir bara, ef einhver horfir beint í auðuna, þá segir bara hei sista, sista. Sá sissa. Nei, hæ sissa. Hæ sissa. Já, við þurfum að íslenska allt ótrúlega vel. Hæ sissa, sæl sista. Rauður sál sista. Hæl sista, sæl sista. Hvað segiru sissa, sista? Þetta spóla áfram. Skólaði bara í endan, klukkur á margt, þeirra skóli á morgun og svona. Hei! Þú ert ráðinn. En þú ert dauðvona. Þannig fórum sjóferð þá. Moulin Rouge leikritið endaði þannig að kötturinn dó eftir hún fekk starfið. En köttur út í mýri. Ok. Ég fokkin hata Pétur. Já. Og mér langar til þess að senda eitthvað svona bölvun á hann eða eitthvað. Fuck, já. Hvað er að gera? Bara, þú veist... Tölum við nornina? Já, tölum við nornina. Ég er samt búinn að læra að vera norn. Já, herðu, förum til hennar. Ok. Hanna kemur hún. Hún er svo fokkin nett maður. Shit, hún er í skaterskóm. Já. Vá, hún gerir alltaf moonwalk. Fuck, hún er með aðstras. Ok. Shit. Hey. Hæ. Þú ert nornin. Við vorum að pæla hérna. Ef þú gætir hérna... Sent bölvun. Já, félag okkur sem við þolum ekki. 100.000 kall. 100.000 kall! Shit maður, ertu með auð? Já. Shit. 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4! 3, 2.
Já, sorry maður. Hver þetta? Það var að telja niður eins og það væri eitthvað sem var að fara að gerast. 3, 2, 1. Wow! Oh shit, ok, ég er búinn að leggja inn á þig. Þetta gerðist akkurat þegar ég lagði inn á þig. Takk. Shit. Ok, hvað segir þið? 3, 2, 1. Hvað er að gerast núna? Bara alls konar gimmick, þetta er bara svona, þegar þið komið upp. Wow! Þetta var svona 3 sekundum eftir að þú taldi niður. Ég er Nord. Hlutir eru skrýtnir. Alright. Heima hjá mér. Hlutir eru skrýtnir! Helgi! Sko, þú voru Tökum við hérna á hlaupabrautina. 3, 2, 1. Helgi! Ertu að koma í fyrsta sinn? Já. Ok, óstu spennandi, sýning að fara að byrja. Þetta er 5 myndir. Ok, ert þú komið? Ég afmæli! Ok, vá, til hamingju, þú ert bara samt einn hérna. Já. Já, ok, já. 29 ára. Já, ok, þá skil ég okkur út einn. Akkur er það venjulegt? Þetta er ekki stóramæli. Já, einmitt. Maður er alltaf bara einn nema á stóramælum. Það eru reglurnar hérna í Norður Kóreu. En hvað, áttu afmæli eða eitthvað hlaus? Já. Oh my god, er það? Já. Oh my god. Já. En hvað er gaman? Hvað ertu gömul? Ég er 31. Ok. Þess vegna er ég ein. Já. Hei, var ég að heyra þetta afmæli? Já. Ég á líka afmæli. Oh my god. Hvað ertu gömul? Þarftu að hugsa í smá tíma áður en svara? Nei, 41. Oh my god, gett. Það er bara sæti. Þú ert bara ein. Já. Þú ert sæti, já. Ég er bara ein. Gjörst, það. Alveg. Ó. Hefur þið komið áður? Nei, fyrsta skipti. Ok, skemmtileg. Ég er líka í fyrsta skipti. Ekki þú. Nei. Þú sagðir allavega áðan, það verður mjög skrítið að ljúga. Já, það væri skrítið að ljúga. Ég er komið þrisvar. Vitið þið nokkuð hvort þetta sé svona þáttökusýning? Jú, það er mikil þáttöku. Jæja, þá er bara sýningin að fara að byrja. Það er fáránlega mikil þáttöku að sjá. Þá er bara sýningin að fara að byrja. Við ætlum að spyrja ykkur inn á fyrsta bekk. Já, og við. Þið getur tekið okkur í þáttöku. Það getur verið við í þáttöku. Við langar að byrja ykkur að segja mér bara eitthvað ótrúlega fyndið. Eitthvað að go. Ég á afmæli. Ok, eitthvað meira? Ég á afmæli líka. Eitthvað sem hefur gerst fyrir ykkur. Já, þessi á afmæli líka. Frábært, þá gerum við eitthvað geggja úr þessu. Og þau eiga afmæli þið öll. Þið eiga afmæli þið öll. Ís! Þið öll eiga... Hard Rock sýningin! Herru, ég er 30 í dag, þannig að ég ætlaði bara að fá sófa. Ok, frábært. Við erum með fullt af sófum hérna í IKEA. Já, já. Við erum með bara allt frá bara svona ódýrum, einhverjum svona frekar óþægilegum. Já. En fyrir afmælisstrákinn minn. Ég var að hugsa kannski Söderhamn-sófan. Já, herðu. Eða Fríhetten. Fríhetten? Já, Fríhetten, já. Geturðu sagt mér eitthvað um hann? Já, hann er hannaður af Joseph Fríhetten. Já. Hann er þekktur fyrir að hanna ljós fyrir okkur. Já, en þetta er akkurat, fyrsti já. sófinn sem hann hannar fyrir IKEA. Já, akkurat. Þannig að þegar hann kom fyrst þá var bara röð þú veist, í gegnum allan ganginn eftir örvunum og því sko. Já, akkurat. En eins og ég segi, ég er bara 30, þannig að mér langar bara að kaupa sófa. Já. Þú veist, í rauninni er það ekki flóknum það. Nei, veist, þú ert ekki fyrsti maður sem kemur inn til þess að kaupa sófa á 30 afmælisdaginn. Og ég veit að þú ert að horfa á Fríhetten. Já. En hefur þú skoðað, átt þú afmæli í dag fyrir ekki? Já, ég er 20, ég ætlaði að kaupa stól. Einmitt. Það er, ef þú fylgir bara örvunum, já. Þá er það, þeir eru aðeins sótrari. En ert þú búinn að skoða Stockholm típuna? Nýju línuna? Já. Nei, ég er ekki búinn. Ég meina, þú ert 30, þú ert komin í fullorðna manna tölu, sko. Reynda, segja. Góðan daginn.
góðan daginn. Eða eins og við segjum í IKEA, hei. Hæ, ég á 10 ára afmæli og ég er að leita að kolli. Átt þú ekki að vera með mömmu þinn og pappa? Nei, nú er ég 10 ára og ég þarf að kaupa mér koll. Lítinn koll í herbergi mitt. Já, herðu. Ég kom ein í strætó. Reynda 10 ára börn eru ótrúlega orðin. Ég er fertugur og ætla að kaupa mér heila vegghillu. Heila vegghillu? Ástu mín, Já. og hvað gerist meira í IKEA? Ekki neitt, ég bara sagði þetta og fekk þetta hillu. En var ekki eitthvað barn og eitthvað svo bara fórstu? Ég var bara, jú, ég tók Ég er bara hér ennþá. Það er svo mikið að sögum og æsigangi í IKEA. Ertu komið með manninu mínum heim frá IKEA? Já. Eins og þú varst að útskýra, þá er svo mikið að sögum og æsigangi í IKEA. Þannig að ég tók þetta barn bara með heim. Það var bara rosalegur æsingur og hann bara tók mig. Sko, Ástu mín, þegar ég ákveð að krydda þessu upp á lífi okkar, þá meinti ég ekki bara taka hérna börn og ég vildi bara fá nýjan sófa á afmælisdaginn þinn. Já, eins og þú segir, þú varst búin að biðja mig að krydda upp á lífið. Já, en mér Síðan er sögur og hamagangur í IKEA, ég tek barn. Já, og það er líka greinlega eitthvað erfitt í sambandinu ykkar. Þú varst um sófa. Ástu mín, þú veist, þetta er ekkert að ganga þetta hjá Livio og eitthvað, en ég var að heyra að maður getur bara farið í IKEA og fengið börn þar. Jú, bara hægt að taka. Hann tók mig. Hann tók mig heim. Vá, þú ert svona... Og það er 10 ára, þannig að við bara sleppum allt bleiuvesinni og... Ég reyndi að pissa stundum í rúmið. En ég keypti í IKEA svona plastlag til að hafa undir. Ok, frábært. En þú bara tókst hana? Það var bara svo mikill æsagangur og ævintýri. Hann bara tók mig. Ok. Já. Þú lætur að hljóma svo illa. Ég er bara, þetta er draumurinn okkar, eiginlega spara. Þetta er draumurinn okkar. Þetta er eiginlega draumurinn minn líka, út að ég fekk koll. Ástu mín, ertu að hringja okkur pappa þinn ekki af því ég á afmæli, heldur af því þú ert með gubbupest? Já! Hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Þú ert svona, ég er með gubbupest, ég er svo smitandi akkur svona. Hvað á ég að gera? 30 ára! Já! So? Verður að hætta að hringja okkur, við erum á Tenerife. Hvað á ég að gera? Ég skil ekki að þið get ekki leist það, hver er þá að leist það? Ég veit ekki, við erum bara hérna á einhverjum bar á Tenerife. Það var gaman hjá okkur pappa þinn loksins. Loksins, losna við þig, þú varst að flytja inn í eigin íbúð. Og við erum bæði afmæli og það hefði kannski verið skemmtilegt símtal. Nákvæmlega, að fá símhringingu til Tenerife. Til hamingju með afmælið, mamma og pabbi. Ok, þá deyj ég bara. Bye bye. Alveg. Get ekki treyst neinu. Já, þú varst búinn að hringja þinn veikan í vinnuna. Ég er að hringja aftur, hvað á ég að gera? Ég veit ekki best. Vissulega á ég að safna þessu saman eða hvað á ég að gera? Guðjón. Já. Ég er yfirmaðurinn þinn, ég veit það, en hvað á ég að gera? Þú ert búinn að hringja þinn veikan, ég þarf ekki að vita meira sem yfirmaðurinn þinn. Já, en hvað á ég að gera? Ég er yfirmaður þinn. Já, samgöngu eftirliti. Ok, og loksins næ ég í ykkur, ok. Hver er þetta með leyfi? Margeir. Margeir? Margeir. Hvað segirðu? Margeir. Margeir, fyrirgeðu. Þetta er 3 mismunandi nafn. Þetta er Margeir! Þú talaðu marga. En ég talaði marga. Við tökum á móti símtölum. Þú leiðir á þessu Margeir, við erum eitthvað með einn. Ok, Margeir, er að hlusta? Já! Ok, hlustið nú vel út að ég er að klára innegnina mína. Hvað á ég að gera? Ég er með gubbupest. Nú notum við þurfum allar að hugsa. Leif mér að tala við fáa! Leif mér að tala við fáa! Halló, góðan daginn! Og fáir, aðeins fleiri. Sko, þú ert að byrja mig rás! Já, hæ, Katrín Jakobsdóttir heiti ég. Ok. Ég frétti að þú værir í einhverjum vandræðum. Þú hefur alltaf ekki neitt að gera á gubbupestuna. Ég er með gubbupest, hvað á ég að gera í því? Ég myndi byrja að sækja poppskálun á heimilinu. Og gubba í hana? Það er gert á mínu heimili. Segðu bara að þú sett með baguette í buxunum! Hvernig hjálpaði það mér
þið þrír að kubba? Það hjálpar öllum, konurnar elska þetta. En það enga konur nema kona minn sem var inn áðan. Ég get sagt kött yfir til þín. Já, þú bara aurar á mig, ég nord, þannig að það kemur bara púff og þetta reddast. Ok, en þá... Já. Nei, sorry, ég get ekki verið að tala við núna. Svona sexy köttur í rúminu. Ok, takk fyrir! Það er sýningur okkar, takk fyrir! Takk fyrir! Við erum hérna alla síðustu sunnudaga í mánuði með nýja sýningu, nýja fréttir, ný prompt og nýja sögur frá ykkur. Hlökkum til að sjá ykkur aftur. Takk fyrir okkur!